Ok, við ætlum þá hérna að halda fram með verkefni 9. Við ætlum að setja upp grunnmyndina. Grunnmyndin eigið úr verkefni 8 og þið takið grunnmyndina ykkar og vistið hana aftur. Það er alveg betra að gera það. Ef við opnið grunnmyndin ykkar sem við eiga til og farið og vistið hana inn á ykkar svæði og vistið hana bara sem verkefni 9, verkefni 9 grunnmynd. Eða býta nú við, það var ég búinn að segja eitthvað annað hérna. Vita sem grunnmynd fyrstu hæð, já hérna er þetta, grunnmynd fyrstu hæð. Svona. Og vistið það, og þú komið. Og síðan ætlum við aðeins að föndra með hana til þess að koma henni áður við setjum hana inn í raflagnteininguna. Ástæðan er sú að raflagnteiningin þarf ekki alla þessar upplýsingar sem eru hérna. Ef við opnum fyrirmyndina á raflagnteiningunni þá sjáum við hvernig hún mun líta út í endan þegar við erum búin að þessu. Við sjáum hvernig grunnmyndin af húsinu, hún er deigð niður. Það er ekki málsendingar, húsgögn er ekki hérna. Þetta þarf ekki á raflagnteiningu. Hún kemur alltaf út í skala 1/50, alltaf með það. Og yfirleitt er þetta ekki málsett nema að stundum eru lampaplön og dósaplön málsett. En almennt er ekki málsetningar á raflagnteiningu. Þannig að við þurfum að taka þessa AutoCAD-teiningu okkar og að vinna í henni, forvinna aðeins. Forvinna hluti. Það er ágætt að svo við ætlum að slökkva hérna á ákveðnum leyerum. Það er ágætt að nota þessa hérna stillingu, freeze. Eða flýtinhnappurinn í LAYFRZ, lay freeze. Og smellir á hann og smellir svo á það sem við ætlum að slökkva á. Ef að teikningin er rétt upp sett, þá ætti þetta að virka svona bara með nokkrum klikkum að slökkva á húsgögnum. Þannig að þetta lítur svona út og síðan ýtum við escape og við ætlum að deyfa hann alla niður. Þannig að ég vel hana bara alla, bara highlighta allt svona niður og fer hérna í litin hérna uppi og fer með hana í þennan hérna lit yfirleitt. Svona, dofnar hann niður. Og nota þetta að flytja milli hluta hérna með deyfinguna á flokkunum. En ef þið viljið deyfa hana þá er alveg best að gera þetta svona. Við þurfum að fara í editblokkin place svona. Og þá getum við deyft hana niður. Það hluti getum við ekki. Og svo ýtum við hérna save change hérna uppi. Ok, og þá var hún orðin dofin. Ok, og þetta vistið við bara, ýtið bara save hérna, flott. Og nú má exa þessa heimteiningu. Við erum með þetta grunnskjal okkar og við að sjálfsögðu vistum það, alltaf að byrja því að vista það, ég gleymdi að nefna það í fyrra. Og þá er þetta hérna bara verkefni 9. Raflagna teining og setjið uppástaðinni ykkar hérna fyrir aftan. Við vitum hver ákvaða teikningu. Ítum save. Og þá er grunnmyndin tilbúin samkvæmt þessu hérna. Takk fyrir þetta.